Komið sæl, við heilsum ykkur hérna austan með sól í sinni. Þátturinn í kvöld verður með aðeins öðruvísi sniði, en við ætlum að skella okkur á ferðaþjónustusýninguna Mannamót sem fram fór í Reykjavík í janúar. Gunnar Gunnarsson skellti sig í för með ferðaþjónustufólki af Austurlandi og hann tekur nú við. Sýningin í hópi stærstu ferðaþjónustusýninga landsins, en þangað streymir ferðaþjónustufólk úr öllum landshornum. Þannig veitir hún aðgengi að öllu því helsti sem gerðast í ferðaþjónustunni á landsvísu sem bæði kaupendur þjónustu og aðrir áhugasamir nýta sér. Að þessu sinni tóku 17 austfirsk ferðaþjónustufyrirtæki þátt í sýningunni. Fyrir þeim fór Austurbrú, en stofnunin hefur í á 3. ár haft frumkvæði verkefni sem kallast áfangastaðurinn Austurland. Markmiðið að skilgreina og markaðssetja Austurland sem áfangastað ferðamanna en ekki síður sem ákjósanlegt svæði til búsetu. Til þess voru íbúar svæðisins kallaðir til samráðs og rannsóknir gerðar til að greina svæðið. Afrakstur vinnunnar verður nánar kynntur næstu vikum en var frumsýndur á Mannamótum þar sem sýningarsvæði Austfirðinga var með samræmdu útliti og vakti mikla athygli. Þá var leið frumsýnt nýtt merki fyrir Austurland. María Hjálmarsdóttir hefur haft yfirumsjón með verkefninu fyrir hönd Austurbrúar. Við erum búin að vera í ákveðnu verkefni að skerpa ímynd áfangastaðarins Austurlands, að þróa ákveðið vörumerki. Og það gríðarlega mikilvægt verkefni í því að dreifa ferðamönnum og fá fleiri ferðamenn inn á fjórðunginn og hvetja að fá nýja íbúa og þetta rauninni bara sem ákveðið samfélagsverkefni. Nú erum við svo komin að þeim tímapunkti að við erum að fara í ákveðna innleiðingu á vörumerkinu og í dag fyrsta skipti sem við sýnum vörumerkið í rauninni opinberlega og það í rauninni þannig að þetta voru 17 fyrirtæki sem eru með í ár. Það tóku allir vel í það að vera með. Treyst okkur fullkomlega fyrir hönnun og uppsetningu og annað. Þannig að við erum mjög ánægð með það og finnum traust til þessara aðila og þeir treyst okkur og þannig að við erum alveg að sigla við erum öll að fara í rétta átt og þetta er bara ég er svo stolt af því líka fólkinu sem er hér að það hafi tekið vel í þetta. Við erum að gera allt annað. Við erum ekki í rauninni með þessa svona hefðbundnu bakveggi þar sem bara stórt logo með nafninu þínu, margar myndir og annað. Heldur erum við að reyna að kalla eftir viðbrögðum og þannig að fólk fái athygli á efnið okkar og að það leiði svo til þess að fólk tali meira við okkur. Á svona sýningum oft fólk bara sem horfir á og sér og svo fer áfram. Verkefni verður nánar kynnt á næstunni, fyrst íbúum á Austurlandi og síður öðrum landsmönnum. Opnuð verður heimasíðan austurland.is þar sem áherslan á að gestir geti kynnst Austurlandi á persónulegan hátt. En fyrir hvað stendur vörumerkið Austurland? Austurland stendur fyrir eitthvað hreint, eitthvað orku, sjálfbærni, það stendur fyrir samstarf, það stendur fyrir, við erum ákveðin leiðarljós, ákveðin loforð sem við viljum gefa. Við erum búin að vinna mikið ákveðin verkfæra kistu fyrir aðila að nýta sér og til að hafa svona bak við eyrað þeirra að fara í vöruþróun eða annað. En við viljum standa upp úr, við viljum fara aðeins út fyrir boxið, við viljum vera eitthvað annað og við þurfum þess. Við erum að fá fæsta ferðamenn, byggðarþróun ekki endilega kannski okkur alveg í hag og tölur sýna það bara og þannig að við þurfum að virkilega gera eitthvað öðruvísi og annað og fari í bara algjöra herferð Austurland. Og þú ert búin alveg held tattaveru fyrir Austurland? Ég hugsaði, hvað hef ég aldrei séð á ferðasýningu áður? Þannig ég hugsaði það væri skemmtileg viðbót að hafa og kannski rýma við sem að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Tattúin eru vissulega öðruvísi, en það hægt að fara fleiri leiðir til að skera sig úr fjöldanum. Agnar Sverrisson, sem býður upp á veppaferðir, mætti sér prjónaðri ullarpeysu með merki fyrirtækisins. Ég gæti ekki hugsað mér að fara sömu leið og allir hinnir að vera með softshell-peysur með logói og svoleiðis, þannig að ég fór í það að láta hann að prjóna fyrir mig loppapeysur. Þú ekki gert þetta sjálfur? Nei, ég gerði þetta ekki sjálfur. Það er prjónalind Toppu sem gerir þetta. Og Jeep Tour segir, hvað er það sem þú býður upp á? Við erum að bjóða upp á daglega ferðir frá Egilsstöðum og misjandi eftir árstíma hvert við förum. Sumarið erum við mest að fara í Kverkfjöll. Veturinn þá eru það hreindýrin sem við erum að skoða og ferðir upp í Laugafell. Kíkja í náttúrulaugarnar þar. Og hvað það svona, þú segir daglega ferðir, ertu að fara á hverjum degi? Er traffíkin orðin slík á Austurlandi? Við förum alla daga ef við fáum 2 farþega eða fleiri. Þá förum við ferðina. Hvað var þess að þú fórst út í þessar ferðir? Hvað færð þú út úr þessu? Þetta gömul della sem má rekja
bara aftur til þess að þegar ég var unglingur. Þá fór ég að þvælast hálendið og fyrst með skátahópum, svo eigin bíl. Og þetta bara búið að vera della hjá mig síðan. Ég búinn að gera þetta bæði sem hobby og atvinnu, sitt á hvað, og ákvað bara að reyna að gera eitthvað úr þessari dellu og prófa þetta. Í nýrri skýrslu Framtíðarseturs Íslands því spáð að íbúar landsins geti verið orðnir alltaf 450.000 árið 2030. Spáin byggir meðal annars á áætlunum fjölgun ferðamanna og þörf á mannafla í ferðaþjónustuna. Ákveðnar ógnanir fylgja fjölgun ferðamanna því ágangur eykst á náttúruna, auk þess sem sérstæða Íslands hefur löngu falist í fámenninu. Því telja margir nauðsynlegt að dreifa ferðamönnum betur landið. Austurland hefur enn nokkra sérstöðu að því leyti að ferðamönnum þar hefur fjölgað hægar heldur en í öðrum landshlutum. Þeim hefur samt fjölgað og tilkoma þeirra hefur fært nýtt líf í sum byggðarlög. Þannig til dæmis raunin með Breiðdalsvík sem sést best að því að gamla frystihúsið hefur nú fengið nýtt hlutverk sem salur fyrir hótelið. Þarna byrjaði ég að vinna í fiski þegar ég var svona 14-15 ára. Og nú ég að vinna þarna við að gefa ferðamönnum mat í hádeginu. Þú ert komin svolítið svona ákveðin hring, það ekki? Jú, ég eiginlega farin að heiman og svona komin aftur heim. Og ferðarþjónustan, hún togaði þig svolítið heim aftur? Já, ég flutti frá Breiðdalsvík 1987, ákvað að fara að vinna, eða sem sagt, mig vantaði vinnu og hugsaði með mér af hverju ekki að prófa bara að fara út á land eitt sumar. Nú tala eins og Reykvíkingur út á land og og sóttum vinnu á Hótel Bláfelli og ætlaði að vera þar eitt sumar en svo árin orðin 6. Þannig að ég vinn þar yfir sumarið. Kemur alltaf heim á sumrin? Já, kem heim á sumrin, já. Hversu miklu máli hefur ferðaþjónustan skipt Breiðdalsvík? Ég held hún hafi skipt öllu máli fyrir Breiðdalsvík því að það náttúrulega rosalega lítið orðið fiskvinnslu þar en samt nú sem betur fer komið fiskvinnslufyrirtæki þar núna og smábátar, það komið náttúrulega svona strandveiðibátar en það ekki lengur togari þar. Ég var til dæmis sjálf á sjó á togara þarna á sínum tíma og á tímabili voru 2 togarar þannig að ég veit ekki alveg hvað hefði gerst ef að ferðaþjónustan hefði ekki orðið svona stór atvinnuvegur á svæðinu. En það kannski lýsandi fyrir bara þróunina að frystihúsið sé orðið að matsal? Já, þetta svolítið skemmtilegt og svona maður hugsa stundum til þess þegar maður núna að vinna þarna, hérna var maður að busta humar og skera fisk og þú veist, nú var bara komin í annan pakka í sama húsinu og búið að breyta því í þennan fallega sal. Hún telur upp ýmislegt sem Breiðdalurinn hefur upp á að bjóða. Til dæmis jarðfræðisetur í gamla kaupfélagshúsinu og svo komið borkjarnasafn þar líka og svo náttúrulega einn af uppáhaldsstöðunum mínum á Breiðdalsvík náttúrulega fjaran hérna, Meleirinn, frábær náttúruperla. Svo höfum við náttúrulega Hótel Bláfell þar sem við getum komið og gist og hérna svo eigum við náttúrulega 2 alveg óskaplega fallega fossa. Bæði Flögufoss og Beljanda. Beljandi einmitt Breiðdalsá sem ein vinsælasta veiði á Austurlands. Ekki langt frá fossinum veiðihúsið Eyjar sem sumir telja jafnvel eitt glæsilegasta gistihús landsins. Veiðihúsin nefnilega ekki bara fyrir veiðimenn. Við erum með þessi glæsilegu veiðihús fyrir austan í bæði Breiðdal og Jökulsárhlíð og þau nýtt bara sem hótel allan ársins hring og ekkert síður sumari líka fyrir alla ferðalanga. Þannig að við erum bara að vita af okkur að þarna séu lúxusgistingar fyrir austan og fyrir hvað og hverja sem ekki bara veiðimenn. Þannig að þau nýtast bara í miklu meira heldur en þeir farið? Já, það bara þannig og opið allan ársins hring ef það þarf að halda. Og þetta og þó veiðin skipið okkar aðalst þess, þá erum við að færa út kvíarnar í alla þá aðferðingu sem hægt að bjóða og munum gera það. Og þið hefur verið að bæta við þessi hús ykkar? Já, við hefum svona verið að endurbæta, þetta raun og veru ekki mörg herbyggi, þetta svona 8 herbyggi en við höfum alltaf að gera endurbætur og stækka og gera þetta svona betra og betra, sérstaklega upp í Jökulsárhlíð. Breiðdalurinn klassi, það bara lúxusgisting, það eitthvað besta gistingin á Austurlandi, flottasta. En við erum að svo endurbæta upp í Jöklu alltaf stöðugt og það orðið mjög gott það líka.
Veiðiþjónusta Þrastar hefur verið að baki seiðasleppingum í Jökulsá á Dal sem varð að Terri á með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Hún mikil framtíðar á. Þetta eru 100 km vatnasvæði. Þetta ekkert smá. Þetta lengsta dragá landsins núna. Þetta ekki lengur bara jökulá, þetta dragá á sumrin. Og þarna eru gríðarlega möguleikar í framtíðinu og við erum að leggja allt í það að byggja upp þetta svæði líka alveg eins og við höfum verið að gera í Breiðdal. Og þetta alltaf uppleið þarna við jöklu. Hún orðin þekkt nafn, Jökla. 1000 laxar og annað eins af silungum veiddist í ám Strengja eystra í fyrra. Veiðiþjónustan þjónustar einnig veiðimenn sem vilja ná hreindýri og rjúpu. En hverjir eru það sem helst leita svæðið í veiði og af hverju? Raun og veru það mest útlendingar. Það að segja svo 2/3 af kunnahópnum fyrir austan eru útlendingar, erlendir veiðimenn. Og Íslendingar í minnihluta. Það ekki út af því að við leggjum mikið upp á að fá Íslendingana og fá Reykvíkingar austur en þeim þykir þetta svolítið langt að fara oft og vilja oft fara bara styttra í veiði. Þannig að það eru fyrst og fremst útlendingar sem koma þá gegnum innanlandsflugið en það var auðvitað mjög gott þegar beinaflugið var til Gatvík. Það var mikið englendingur sem kom að veiða hjá okkur og það var mjög mikil búbót þegar þetta var í fyrra að beint flug Gatvík Egilsstaðir og það þyrfti að koma aftur. Mjög mikilvægt að það verði ekki stoppað á þeim ferli. En hvað svona sem að gerir þannig gæfumun að menn ákveða að leggja sig ferð land á milli til að koma austur á land og veiða? Ég ætla að sé ekki eiginlega, það þetta laxinn hillar og þarna fara allavega austur þarna í Breiðdal Jöklu eru kannski meira svolítið gæðir heldur í fjöldin, menn geta veitt kannski fleiri laxa í ám hérna nær Reykjavík og Suður- og Vesturlandi en þarna mun meiri stórlax til dæmis hjá okkur heldur en við annars staðar og það svona hillar stóri laxinn og við getum bent á hann. Nú líka þetta bara náttúran þarna fallegast og það svona margt sem og þetta byggir samt líka á viðskiptaböndum sem hafa þróast í mörg ár og þessi menn svona fylgja mér og hafa verið með mér í veiði margir á annan tugi ára sem að koma þarna að utan og hafa taka sína föstu daga eða viku á hverju ári. Ferðaþjónustan hefur líka upp á fleiri sveitir en Breiðdalinn. Uppbygging í Vopnafirði og fulltrúar 3 ferðaþjónustu fyrirtækja þaðan mættu á mannamót. Þar gert mikið út á söguna. Það var einfaldlega þannig að við gerðum rannsókn á því fyrir nokkrum árum hvað íbúar Vopnafjarðar vildu helst kynna fyrir sínum gestum. Og það kemur sem sagt bara berlega í ljós í þeirri rannsókn sem var marktæk svörun á að sagan var eitthvað sem að fólk vildi koma á framfæri. Enda þetta sögustaður mikill. Þarna var náttúrulega aðal verslunar staður á milli Jökulsánna, Jökulsá á brú og Jökulsá á fjöllum. Þarna komu skipin að og þannig að verslunarsaga Vopnafjarðar rík. Við eins og ég segi erum með minjasafnið á Bustafelli. Vopnfirðingasaga ákaflega skýr og við höfum verið að vinna með hana og vonandi komum við upp skiltum í sumar. En eins og að þá býður hún Ágústa Þorkelsdóttir upp á leiðsögn Vopnfirðingasöguslóð. Þannig að já, við erum að nýta söguna mikið en við tengjum hana náttúrunni því að henni höfum við náttúrulega nóg. Við þurfum ekki að labba neitt til að fara út í náttúruna. Við tökum 1 skref til hægri og 1 skref til vinstri og þar erum við. Nú þetta nýja slagorð komið fyrir Think Outside the Circle og hvetja fólk til að koma til Austurlands og við viljum náttúrulega meina það að Vopnafjörður akkurat út úr hringnum og það náttúrulega það sem við höfum mest upp á að bjóða að það lítill ferðamannastraumur, þarna getur við fengið ró og frið og þú getur kynnst Íslendingum og íslenskri menningu. Við erum með minjasafnið á Bustafelli, við erum með múlastofu. Nú að koma næsta vor að þá gönguleið, sögutengt gönguleið þorpið. Nú við teljum líka náttúrulega að það að fara út af þjóðvegi númer 1 og fara niður í þennan hring og taka síðan Langanesið og fara á Raufarhöfn og áfram til Húsavíkur, að þá ertu náttúrulega að fá Ísland alveg beint í æð, sko. Þá ertu búin að fá svona ekta Ísland, viljum við meina. Fuglaflóran á Norðausturlandi og alveg austur á Vopnafjörði alveg mjög mikil, þannig að við teljum að við höfum mikið upp á að bjóða fyrir fuglaskoðara. Vopnfirðingar eru líka stoltir af minjasafnum Bustafelli, einum af fáum torfbæjum sem enn eru varðveittir í landinu. Viðgerðir hafa staðið yfir á bænum síðastliðin 3 ár.
þá hóf það sem sagt að gera við bæinn. Hann var orðinn lélegur og var fyrir löngu kominn tími til þess að huga að honum. Og núna er sem sagt markvisst búið að vera að lagfæra hann og er búið með alveg 3 bustir af 6. Og í fyrsta skipti núna í sumar að þá munum við sýna allan bæinn í heild. Fjöldi gesta lagði leið sína á austfirska sýningarsvæðið. Meðal þeirra var Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra. Þetta er frábært ferðaþjónustusvæði. Það eru mjög margir möguleikar og því miður allt of lítið kynntir og þekktir. En við vorum að tala um það áðan, það er einfalt að fara þér. Þetta var með að segja dagsferðir frá Reykjavík, menn fljúga að morgni og taka einhverja gönguferð eða ferð á einhverja merkilega staði. Þá getur maður komin aftur í Reykjavík á kvöldi ef þeir vilja það. En sem er náttúrulega miklu skynsamlega er að vera nokkra daga fyrir austan. Þannig að það er mjög margir möguleikar sem eru þarna og maður geta komið þarna aftur og alltaf sér maður eitthvað nýtt. Nú veit ég að þú hefur fylgst lengi með þróunin bæði íslenskri og austfirskri ferðaþjónustu. Hvernig finnst þér þróunin vera fyrir austan og hver finnst þér svona sérstæða svæðisins vera? Já, núna er eiginlega sérstæða svæðisins að þetta er svæði sem maður getur verið á þar sem er svona hóflega mikið af ferðamönnum. Þannig að, og getur tekið við töluvert miklu meiru án þess að maður fái þá tilfinningu að þetta sé yfirþyrmandi. Það er mjög skemmtileg gönguverðir, bara getur nú nefnt hérna að því við erum hérna við Óbyggðasetrið að þar er þetta að vera mjög skemmtileg gönguverð sem ég fór í fyrra meðfram ánni, Fossagönguna. Það er hægt að fara göngur sem við vorum að skoða hérna meðfram Norðfirðinum og þar alla leið út af Barsnes. Bara sem að nefni nú göngur, Snæfell, hver ganga annari fallegri á svæðinu. Þetta er svolítið öðruvísi ferðamennska heldur en það að menn bara komi og horfi á einhvern foss eða einhvern hver. Auðvitað eru slíkir staðir á Austurlandi líka, en þetta eru svona meira af stöðum það sem menn taka þátt í því að vera hluti af landslæginu, en auðvitað er komið mjög mörg falleg söfn, búið að vinna alveg einstaka vinnu þarna við uppbyggingu mjög víða. Það er búið að merkja þarna fleiri leiðir heldur en víðast hvar á landinu. Þannig að ég held að fyrir svona alvöru útivistarfólk þá séu Austfirðir eru alveg einstakt svæði hér á Íslandi. Þar var einnig á ferð nýr ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hún segir að dreifa þurfi ferðamönnum betur landið og þar eigi Austurland meira inni heldur en margir aðrir landshlutar. Það er þvílík svona innblástur að koma hingað og sjá allt þetta, alla þessa nýsköpun og hvernig fólk er að tengja saman náttúru- og ferðaþjónustuna, landbúnaðarferðaþjónustuna, gamla sögu- og ferðaþjónustuna og það er mikil tækifæri í þessu vegna þess að við ætlum og þurfum verkefni framöndan að dreifa ferðamönnum betur landið. Þannig að við eigum inni mikið á Austurlandi, á Austfjörðum, þannig að ég held að sé bara, þetta er ótrúlega spennandi tímar framöndan. Hvað mun ríkið gera til þess að tryggja ferðamenn dreifist meira landið? Eitt lykillinn er auðvitað að bæta samgöngur á sumum svæðum til þess að auðvelda fólki að komast á milli staða. Við erum auðvitað reynum að skoða hvort hægt sé að bæta flugsamgöngur, hvort sem það er millilandaflug eða beint flug á Austfirði. Og svo er einn þáttur af því sem við erum að skoða eins og í vegvísunum sem er svona 7 markmið. Þar er eitt markmið að dreifa ferðamönnum betur og það er auðvitað líka gert með markasetningu og vinna í nánu samstarfi við svæðið vegna þess að svæðin sjálf og heimafólk veit betur heldur en veit best. En þetta er ótrúlega gaman og spennandi að sjá hvað hver og einn er með svona miklar hugmyndir og svona skýra sýn í að búa til verðmæti úr þessu svæði og það er alveg klárt að það mun ganga vel. Sýningin Mannamót þykir henta vel fyrir byrjendur í ferðaþjónustu. Því samræmda útlit austfirska svæðisins gerði það líka verkum að vel var haldið utan nýliðana. Í lok dags hittum við á forsvarsfólk Hótel Eskifjarðar sem var af sinni fyrstu ferðasýningu og ánægð með hana. Það var alveg frábært. Ljómandi gott. Virkilega gaman að taka þátt í þessu. Mikið af fólki sem hefur komið til okkar en hvað út úr því kemur, veitum við svissum ekki. Hverju áttu þið von á þegar mættu hérna í morgun? Já,
Ég eiginlega vissi ekkert út í hvað ég var að fara. Ég segi þetta nú eiginlega sama, en þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt. Hvernig hafið þið fengið ykkur bókanir í dag beint? Nei, Við hefum ekki fengið það. mikla fyrirspurnir og... Já, en áttum við svo sem ekki dón og því heldur að það svo mikið bókað, en það eru margir búin að sýna áhuga. Margir búin að biðja verðlista og svona. Þannig að við bara erum ánægð með þetta. Hvernig lítið sumar út? Mjög vel, mjög vel. Við erum búin að bóka svona fullt hótel, svona 1,5 mánuð rúmlega það. Hvað er þetta annað sumar sem eru það með hótelið? Annað sumar, já. Má segja það eiginlega. Hótelið er enn eitt dæmið gamalt atvinnuhús sem fengið hefur nýtt hlutverk. Það hýsti áður Landsbankann þar sem Sólveig var gjaldkeri. Ég var í Landsbankanum í rúm 30 ár og bara leið bara ljómandi vel í þessu húsi, svo það var bara ágætt að halda áfram að starfa þar. En þarna voru líka reynsluboltar sem verið hafa öll árin. Þar fá fremst Díana Mjöll Sveinsdóttir frá Tanna Travel. Hún segir austfirska ferðaþjónustu verið að þróast í rétta átt. Og Austurland er að gera ótrúlega skemmtilega hluti, við erum að vinna vel saman og Austurbrú hefur þroskast ótrúlega í sínu starfi varðandi markaðssetningu á svæðinu, af því þegar markaðsstoðan er kippt út í rauninni á sínum tíma og verður að Austurbrú þá vissi maður ekki alveg hvernig þetta myndi þróast. En ég myndi segja að Austurbrú sé að sanna sig alveg ótrúlega þessi stofnun þessara undirstofnana sem voru saman er eina að gera skemmtilega hluti með ferðaþjónustunni, ótrúlega skemmtilega hluti. Hvers virðað hversu mikilvæg eru mannamót fyrir ferðaþjónustu aðeins og Tanna Travel? Mannamót er náttúrulega bara mjög mikilvæg fyrir ferðaþjónustuna og fyrir okkur sem Tanna Travel þá erum við auðvitað bara að koma og kynna okkur, sýna okkur og sjá aðra og þannig að það er ekki síður mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna á Austurlandi að koma á mannamót til að kynnast bara hvort öðru. Maður hefur ekkert mikinn tíma þegar maður er heima að flakka á milli, þannig að mér finnst það ekki síður mikilvægt en skilaboðin sem við erum að senda frá okkur eru þau að þú fáir meir út úr ferðalaginu, dveljir lengur og sjáir aðeins meira og hægir aðeins á þér og talir minni í síman og lítir sjaldnar á klukkuna og allt þetta og ég held okkur sé að takast að senda þessi skilaboð. Tanni Travel er meðal elstu ferðaþjónustu fyrirtækja svæðisins, sprottu upp úr ferðum á rútum og snjóbílum sem faðir Díönu hóf. Alltaf bætist við vöru úrvalið. Við höfum verið að vinna síðustu 5 árin í verkefni eða vörumerki sem heitir Meet the Locals og vorum að taka það svona upp á næsta þrep, ef maður getur sagt eins og, vorum að opna nýja heimasíðu þar sem við erum meðal annars með svona skemmtilegt persónuleikapróf þar sem að þú getur farið og séð hvers slags ferðamaður þú ert og hvaða vörur henta þér þá á Austurlandi og við erum að setja nýja ferðastað í sumar sem er hjóla og gönguferð. Við ætlum að vera í 3 daga og fara frá Eskifirði og hjóla og ganga út í Vöðlavík og út á Barsnes og á Norðfjörð og við erum ótrúlega spennt fyrir þessari ferð og þetta er svona gefur nýja vídd inn í það sem er í boði á Austurlandi. Hvernig ferðamaður ert þú? Hvernig ferðamaður er ég? Ég er nokkru sinnum búin að taka prófið. Færðu alltaf sömu niðurstöður? Nei, ég fæ ekki alltaf sömu niðurstöður en ég er svona þessi afslappaði ævintýramaður. Ég vil ákveða ævintýri með afslöpun inn á milli og vera í heita pottinum og hafa það næs. En ég er líka alveg til í að labba fjallið ef það er ekki of erfitt. Fílarnir eru lúnir eftir langan dag. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í kvöld en við ætlum að enda þáttinn á Reyðarfirði hjá Þórólfi Jóhannsyni en hann á myndalegt safn af fílum sem að prýða heimili hans. Hann segir áhugann hafa byrjað strax í bernsku þar sem að fílar skipuðu stórt hlutverk í Tarzan-bókunum. Hann heillaðist af skepnunni og hefur viðað að sér fílastyttum af ýmsum stærðum og gerðum gegnum tíðina. Við verðum hérna aftur í næstu viku. Verið þið sæl. Og ég sit í öðrum heimi en ég horfi á þig. Mér fyrir hugskot sjónum nær þér kemst ég ekki. Gegnum þetta líf hef ég gengið aftur á bak og gert mér úr því þá allra mýkstu blekki.